Fyrir ári lauk áramótaskaupinu og orðunum Bless 2009, ég vona að ég sjái þig aldrei aftur. Hvort árið 2010 verði betra í minningunni skal ósagt látið, en við ætlum að ræða við Gunnar Björn Guðmundsson, leikstjóra skaupsins í ár og í fyrra, og Halldór Högurð sem einn höfunda hér á eftir, og við sjáum að sjálfsögðu brot úr skaupinu sem sýnt verður annað kvöld. En þeir Gunnar Björn, leikstjóri, og Halldór Högurður, einn höfunda skaupsins í ár, eru sestir hjá Margréti, en fyrst ætlum við að sjá brot úr áramótaskaupinu frá því í fyrra. Einhverju komnir í áramótastuð við það að sjá þetta eitt, smá gæsahúð og allt saman. Jafn auðvelt að kveðja árið 2010 eins og árið 2009? Já. Já. Þetta líður alveg fyrirhafnarlega, sko. Já, það er ekki tala fyrir því. Nei. Það hérna, og lítið öxlir svo 2007, sko. Nei. Það reyndar, sko, skemmir fyrir manni gamla árs að koma nálægt þessu. Ég hlakka til næsta árs, geta hort á skaupið. Hvenær bara gátuð þið sest niður og sagt bara, jæja, það getur ekki gerst meira á þessu ári. Nú er þetta tilbúið, nú er þetta komið. Fórum ég sminki á það bara ekki? Jú, þess vegna fórum að tala um sminkinu á þann. Ég held að það sé bara, ef það gerist eitthvað núna, þá er séns ennþá. Er fólk á bakvakt bara? Við erum á bakvakt, alltaf. Tæknilega er það bara fram á útsendingu, þú veist. Þó svo við reynum alltaf að læsa því sem fyrst. En þetta er þannig prógram að, þú veist, ef það gerist eitthvað þannig sem við sjáum möguleika á ná, að þá er það opið. Já. En ég held að við séum slopnir allavega, það gerist ekkert stórkostlegt. Hafið þið fylgst meira með þjóðmálunum eftir að þið komust í þessa stöðu heldur en áður? Já, maður náttúrulega neyðist til þess, eitthvað sem ég geri aldrei. Og já, nú þurfum maður þurft að... Kannski þess vegna fengið í þetta því að Já, allir þetta sé ekki bara, það er bara einhver að hvetja mig í lestraráttak því að nú er maður þurft að fylgjast með fréttum, það hef ég ekki gert í mörg ár og það er bara akkurat fyrsta bara afplána maður hverjum degi. Já, fyrsta sem ég gerði með eftirskaupið í fyrra, það var bara, nú veit ég hætt þessu kjaftaði. Þetta leikir yfir öllum smáatriðum. Og svo bara kom aftur sínt. Reyndar þekki ég þetta, sko, og ég gerði það sama, sko, alveg bara, nú fylgist ekki með neinu og svo þurfti maður að lesa aftur í tíman, sko. Nákvæmlega, sko. Þegar maður komin í þessa vitleysu aftur. Þegar maður búin að asnast til að samþykkja þetta eftir, þá þurftum við að bakka og fara að lesa allar fréttirnar aftur, og koma okkur inn í málin. Er meira skotveiðileyfi í svona núna eftir hrun heldur en fyrir hrun? Er gerð krafa til ykkar að vera svolítið óvægnir? Óvægnir, ekki óvægnir. Það er ekki hægt að samt missa sín en að gremju. Ég meina, ég meina, en er bara ekki eðlilegt í gríni að skjóta fast eða það er smekklega gert og innan einhvers ramma. Og hefur kannski bara vantaði hér. Það er allt í lagi að sparka. Já, mér sem svo í fyrra, þá heldum við værum mjög grófir, sko, eða gróf, og við heyrðum marga að segja það, það hefði mátt vera ennþá grófara. Þetta er samt svona lína sem maður þarf að einhvern veginn að, maður vill alls ekki fara yfir hana. Það er enga veginn gaman, sko. Já, það er bara ekkert skemmtilegt, en öðrulega finnst einhverjum við fara á langt, öðrum alls ekki nógu langt, þannig að þetta er svona... Ég fer bara yfir strikki á Facebook, læt mér það duga. Bara útrast þar. En hvar er þessi lína? Hver setur þessa línu? Það er ekki gott að segja. Tilfinningamál held ég. Það er mikið búið að rífast og nánast slástum í handelsóknum. Hvar línan sé og hvar við erum farið á langt. Ég er náttúrulega mjög sjúkur, ég vil alltaf ganga lengra. Það er rosa góð blanda í hópnum. Sumir eru ofboðslega vilja fara mikið lengra
svo einhverjir sem eru svona á hamburgermessunni, sem eru á hamburgermessunni og þeir í hópnum vita það hvernig þeir eru og þess að þar. En eru skriftir það þannig að það koma allir að þessu eða er þetta þannig að þú tekur ákveðið fyrir og... Nei, þetta var unnið, alveg eins og í fyrra, þá var þetta bara svona handritshópur sem kemur inn í hópinn og við vinnum sem sagt, það er allt skrifað á staðnum, þannig að ef ykkur kemur hugmynd, þá er það sett í pott, rætt, kasta fram og tilbaka, sett á töflu og þetta er svoleiðis. Þannig að menn sitja ekki heima að skrifa og koma svo með það inn. Sem eru rosalega skemmtilegt. Ég hef nú tekið þátt í einhverjum svona smásagnakeppnum og þá sest maður niður og grótar eitthvað og hendir inn, sko. En það er að læra þetta, koma með einhverja hugmynd og láta jafnvel, sko, snúa hana niður eða svo gjör breyta henni. Það er skemmtilegt ferli að vera í, sko, og stundum er maður náttúrulega voðalega sár, en stundum er það sem maður náttúrulega er með að tekja, í öllum tilfellum, það sem maður gerir, tekið og gert betra, því að það fer í gegnum svona hóp. Svo margar sniður. Og fyrir vikið þá geta menn barist fyrir brandara ef mér finnst það góður, ekki út af því ég skrifa hann. Það verður að, við vildum ekki hafa það þannig að ég myndi berjast fyrir mínum brandurum út af því að það væri mínir brandarar. Það frekar að ég berst fyrir því út af því að mér finnst það fyndinn brandari út af það á hann enginn. Það er búið að keyra hann svo vel í gegnum vélina að það er allir búin að koma við hann einhvers staðar. Og hverju er mest gert grín af eða mönnum eða málefnum eða eitthvað svoleiðis, megið þið segja eitthvað, please? Er þitt líka bara vatn? Ég er farin nefnilega á talmálsstöð og það var bara vodki. Já. En við erum eins og þú heyri núna að skipta umræðu. Já, nú reynum við að tala eitthvað annað. Nákvæmlega. Nei, þetta er eins og, það er náttúrulega, já, þú mátt ekkert spyrja svona. Þetta er, þú veist, þið verðið bara að bíða, ekki spyr ég þig, sko. Ég hef heyrt til dæmis að sá sem lék Bingó-Bjössa, þessi sami og sá sem leikur Helga Seljan. En, þú veist, ég veit þú myndir aldrei svara mér, þannig ég spyr bara ekki. Já, við fáum nú að sjá hérna eitt brot úr áramótaskaupinu þó þið viljið ekki gefa neitt upp. Ég er ekki sátt við ykkur, ég get alveg viðurkennt það. En hvað getið þið sagt okkur aðeins frá þessu sem við fáum að sjá? Já, erum við ekki bara að koma okkur út úr húsi með því? Við lýsast ekki djópið á næsta. Ég held að sko að eins og þessi brandari eins og margt í sköpnum kannski er það, við erum að taka því sem hefur verið heitast og mest fjallað árið og svona kannski, ég held að þessi svona sé svolítið svona kannski að þeim toga. Þannig að á þess að segja nefnt þetta, ef ég segi eitthvað þá kjarta ég brandarann, þannig að það er skott að bara sjá. Megum við fara að þú setur í gang? Bíðið aðeins með mér, strákar. Við skulum sjá brot úr áramótaskaupinu sem verður sýnt annað kvöld. Ekki missa því. Jæja, þú reynir bara að láta fara vel um þig. Þú þarf bara að hvílast vel og þá verður þetta allt í lagi. Kæru landsmenn, nær og fjær, velkomin í síðustu hringekjuferðina. Það dregur til tíðinda í þættinum í kvöld, því við fáum að vita hver er hæfileikaríkasti Íslendingurinn. Vinningshaminn fær vegleg verðlaun út að borða á hamborgarafabrikuna.